áfram heldur ballið. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin mjög góður gestur, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur og deildarforseti og prófessor á Bifröst, þjóðfræðingur, já, ég er búin að segja það. Þú ertu líka í stjórn Alþýðu félagsins sem rekur þessa samstöðina. Og þess vegna fannst mér líka bara svolítið gaman að fá þig hérna með í þetta maraþon þar sem við erum að styðja við dagskrána og ég baði að koma til að tala nokkuð sem að þú kannski hefur ekki komið inn á rauða borðinu til að tala lækningajurtir og leyndadóma og annað slíkt. Þú kannski meira komið til að tala spillingu og pólitík og svoleiðis. Já, þjóðmálin. Þú ert náttúrulega með svona breytt, svo ertu varst að tala bókmenntir í Ríkisútvarpinu, þú ert með svona vítt áhugasvið og sérfræðisvið. Já, já. En þú gafst út þessa bók, 2019, sem heitir, hvað heitir hún nú? Já, hún heitir Lífgrös og leyndir dómar. Já. Og þetta ef ég tel rétt, þetta 7. eða 7. bókin af mínum 8 bókum sem að hafa komið út. Ég hef nú yfirleitt verið að skrifa svona fræðilegar bækur, fræðitengdar bækur og ég var nokkur ára að skrifa þessa. Og að því að þú nefnir að ég hafi fjölbreytt áhugasvið og fjölbreytt sérsvið. Það byrjar allt með því að ég tek íslenskar bókmenntir sem aðalgrein ásamt heimspeki í Háskóla Íslands. Og það leiðir mig svo við þjóðfræða, það er að segja munnmælahefðarinnar og hennar ósýnilegu menningar í landinu. Og þannig rata ég á við þjóðfræðana líka, þannig að doktorsprófið mitt í íslenskum bókmenntum en sérsviðið innan þeirra eiginlega þjóðfræði. Þannig að ég svona einhver blanda af sagnfræðingi, þjóðfræðingi og íslensku fræðingi, bókmenntafræðingi. Og þegar ég var að skrifa doktorsritgerðina mína sem fjallaði galdramálin á Íslandi og var samanburður á annars vegar sögunum sem gengu galdrafólkið, þjóðsögunum sem við eigum nafnþekkt galdrafólk. Það áttaði mig á því að þetta hafði verið raunverulegt fólk sem hafði komið við dómskjölin, komið við sögu Alþingis fyrr á öldum. Alþingi var dómstóll fyrr á öldum fyrst og fremst, ekki beint löggjafarsamkoma, allavega ekki á 17. öld. Og það freistaði mín að bera saman málskjölin og skoða málin eins og þau komu fyrir dómstólinn og bera það síðan saman við sagnamyndunin og sagnahefðina þetta sama fólk. Og þá rann það upp fyrir mér að langflestir sem voru teknir af lífi og saksóttir fyrir galdur á Íslandi á 17. öld höfðu það til saka unnið að reyna lækningar og reyna hennar svokölluðu góð galdra. Því það eru mjög náin tengsl á milli galdra, töfra, galdra, trúar og lækningaviðleitni í bara alveg frá upphafi vega. Og allt frá því að menn fóru að spreita sig á því að reyna að hafa áhrif á sjúkdóma, reyna að hafa áhrif á heilsu og reyna að hafa áhrif á umhverfi sitt og lífsgæði, þá fylgdi alltaf ykkur svona andleg viðleitni með bænin, særingarnar sem að urðu fljótlega töfraformúlur og tákn sem að fólk notaði. Og þetta ofst lengi vel saman við hugmyndafræði að líkt skildi nota með líku. Gul lækningameðul voru til dæmis mikið notuð með lifrartengdum sjúkdómum. Rauð meðul voru notuð við blóðtengdum sjúkdómum og þar fram eftir göttum. Líkindagaldrar og samsvörunar tilraunir hafa mjög víða lengi tíðkast í samhengi við lækningaviðleitni. Og þarna náttúrulega, þótt að við ætlum ekki að tala pólitík, þá náttúrulega heilmikil pólitík þarna undir samt af því að í þessum dómi, ekki bara að dæma fólk til sekta og dauða. Já, fyrir galdra og heldur líka þessi svona greinamuni sem gerður á hvað alvöru þekking, hvað gott
satt og hvað gilt og hvað eru bara kettlingabækur. Það byrja nefnilega strax þessi átök þekkinguna. Hver eigi að hafa þekkinguna og hafa yfirráð yfir sannleikanum og autoritetið til að segja hvað sé rétt og hvað sé rangt. Og þetta tengist vísindunum og þetta tengist trúarháttunum og kirkjan náttúrulega strax á 11. 12. öld byrjar sínar villutrúarbrennur fyrir að sem sagt djöflavæða og afmennska alþýðlega trúarhætti og þjóðsiði sem að er í hugmyndafræði kirkjunar djöflavætt og gert að illum verknaði vegna þess að kirkjan þetta er baráttan sálirnar og baráttan yfirráð yfir mannskapnum, ef svo má segja. En er ekki svolítið tveir annars vegar það kirkjan kannski eða einhverjir aðrir yfir á sálnana en er ekki síðan þessi vísindi sem telja sig vera með rétt að þetta séu bábiljur og svoleiðis að þetta sé raunverulega lífshættulegt að vera kukla. Já, ég ætla að koma að því þetta byrjar í kirkjunni, þetta byrjar þar en færist yfir á með tímanum, færist yfir á menntaelítuna. Í klaustrónum voru náttúrulega stundaðar lækningar og gerðar alls konar rannsóknir og ræktuð grös og annað til að beita í lækningaskinni. Klaustrin eru undanfari og upphaf háskólanna, menntastofnananna sem að síðan taka yfir. Og þannig að það verður fljótlega til þessi viðleitni að úthýsa alþýðulækningum alveg eins og það var viðleitni til að úthýsa þjóðháttum og þjóðsiðum og þjóðtrú, því sem þá var kallað þjóðtrú og gera það að einhverju illu og hættulegu vegna þess að kirkjan, klaustrin og menntastofnanirnar voru með vitið og þekkinguna sem fylgja bar. Þannig það er þessi afstaða sem að þróast og meitlast í aldanna rás. Síðan þegar kemur fram á 20. öld, þá verða þessi skil mun skarpari, því að þá í raun og veru innleidd takmarkalaus trú á vísindaguðin og hann tilbeðinn, krafan bara sú, hann sé tilbeðinn og honum þjónað og allt sem heiti getur fornar lækningar, það kennt við kettlingabækur, hjátrú og hindurvitni. Það náttúrulega feminismi í þessu líka, það ekki tilviljun kannski að þetta kennt við kettlingabækur Nei, og fyrir nú utan það að konur eru, til dæmis á þjóðveldisöld, eru konur læknar og við sjáum það bæði í Íslendingasögum og í gömlum heimildum að konur eru læknar í Stiklastaðastorustu læknirinn sem að gera sárum manna það kona. Hildigunnur Starkasdóttir í Njálu, hún læknir og svo framvegis. En þær hverfa inn í skuggan þegar þessi þekkingarpólitík fer af stað, þá taka karlarnir yfir því að þeir eru lengi vel ráðandi í hvað maður segja, menntastofnuninni þessari óformlegu og konurnar eiginlega þoka inn í skuggan, halda bara áfram að sinna sínum heimilislækningum ef svo má segja, annast sjúka og aldraða inn á heimilum, sjá fæðingarhjálpina og þetta, en karlarnir aftur á móti þekkingin færist inn í karlægar stofnanir eins og háskólana þar sem þeir hafa forgang. En það líka skemmtilegt að segja frá því að til dæmis við Hafnarháskóla á 17. öld, þar verið að kenna lækningar sem eru í raun og veru ekkert annað en galdrar, sumt af því. Þar verið að kenna líkinda lækningar, þar verið að beita undarlegum ráðum við að reka burt sóttir og annað sem að nútímavísindin myndu nú ekki gefa mikið fyrir. En af því að það átti sér stað innan viðurkenndrar menntastofnunar þá var ekki brennt á báli fyrir það. Aftur á móti væri það reynt hér heima á Íslandi eða annar staðar í Danaveldi á þeim tíma af þeim sem ekki höfðu heimild til að beita lækningum, þá var voðinn vís. En þetta eru ekki svona bara sakleysisleg viðmiðanaskipti þar sem að vísindi smám saman sanna sig og
jafnvel sanna sig á kostnað kirkjuna líka og svona smám saman þokast bara þetta trúarlega svið kannski svona til hliðar og við getum séð það núna svona framfara skeið með það sem að margir segja, náttúrulega bara með lyflækningum og skurðlækningum og bara alls konar lækningum þar sem eru náttúrulega ábyggilega framfæri sko. Þannig, en þetta var náttúrulega ekki þetta er ekki svoleiðis við með það er rosalega harka þarna frá byrjun eins og þú lýsir. En þetta þróast upp úr þrískiptri grein, getum við sagt. Það eru tauralækningarnar í fyrsta lagi, síðan eru það handlækningarnar sem að tengjast meira stríðsrekstrinum þegar verið að gera sárum manna og hlúa að þeim á vígvellinum og svo framvegis. Og svo eru það lyflækningarnar sem þróast upp úr grasafræðinni. Og grasalækningarnar eru náttúrulega fyrsta og frumstæðasta form nútíma lyflækninga, það byrjar allt með grasalækningunum. Það með tímanum þá þokar þessar tauralækningar út í aðeins, þær fara út í jaðarinn, en hin tvö lækningasviðin, þau svona sameinjast meira og þroskast áfram og eru náttúrulega undirstaðan í því sem við köllum nútíma lækningar í dag. En þú myndir segja að það sé undirstaðan? Já, ég myndi segja það sko. En það má spyrja sko að því þú nefnir trúarhættina. Hvað er trú? Sko, trú er náttúrulega bara það sem þú viðurkennir. Það verður alltaf að fylgja trú öllu sem gert er og traust á því sem gert er. Og við urðum mjög verulega vör við það á 20. öldinni þegar tókst nánast að útrýma mörgum gríðarlega erfiðum sjúkdómum eins og berklum og bara bólgusjúkdómum þegar pensilínið kom til sögunar, þegar lúnabólga var ekki lengur lífshættuleg, heilahimnubólga, það var hægt að laga hann á nokkrum dögum og svo framvegis. Sífilis, það tókst að ráða niður og þetta voru erfiðir sjúkdómar sem að lögðu markaða velli. Að þá var til einhver svona ofurtrú á getu og mátt læknavísindana sem er svolítið að koma í bakið á okkur núna vegna þess að náttúran á alltaf svar, sýklaheimurinn á sitt svar, fjölónæmar bakteríur eru orðnar alvarleg ógn við lýðheilsu í flestum ríkjum veraldar í dag. Berklarnir eru farnir að stinga sig niður aftur til dæmis á Íslandi og eru kraumandi eldur. Erfiðir sjúkdómar eins og sífilis og lúnabólga og heilahimnubólga eru aftur farin að fólk er farið að taka það meira alvarlega núna heldur en var bara fyrir 20 árum. Þannig að þetta, sko, þessi gamla hugsun að horfa heildrænt á líkamsheilsuna og líkamann og reyna að beita, þó það séu hægvirkari en kannski náttúrulegri aðferðir til að lækna mannamein. Það er svolítið að ganga í endurnýjun lífdag og ég spái því að það muni gera það á næstu áratugum. Því að tæknin og vísindin eiga ekki svar við öllu. Nei, þegar þau eru ráðþrótta þá eru mynd leitað aftur í þennan sjóð. Já, kemur svona allavega alltaf ykkur tilheng til þess. Já. En áður má segja að það hefur verið, þess þú segir að líkur til grundvellar og sömu prinsipin oft sko í líflækningum og grasalækningum kannski en það svona mætti halda að allt grasalækningarnar líka hafi verið dálítið dæmdar út af borðinu eins og með töfralækningum. Já, voru á tímabili sko bannorð, það var bara litið á það sem hjátrú og hindurvitni að trúa því að grös hefðu áhrif á líkamann en núna er þetta nú sem betur fyrir fólk farið að átta sig betur á þessu en þeir eru náttúrulega bara vísindinir sjálf eru farin að sýna fram á gildi og verkan lækningajurta. En einhvern veginn eru þessu heila kannski kunnáttuna til þess að beita því og beita því rétt. En einminni maður hugsa bara sko hvað við erum dálítið heila því það er eins og við spyrjum okkur ekkit út í þessi lyf hvað til dæmis við tökum mikið af lyfjum Íslendingar allavega og börnum gefin lyf alveg bara í stórum stíl og fólk einhvern veginn er ekki beinlínis, eða fólk, þá ég veit ekki sko, hvað ég er að vísa í svo sem hvaða fólk en svona kannski almennt, ekkert kannski mikil
mikið stór spurningaverki við þessi líf. Hvernig á þessi litla hvíta tafla að hafa öll þessi áhrif á meðan að menn eru alveg rosalega hissa á því að blóðberg skuli hafa hugsanlega þessi áhrif. Mér finnst þetta eitthvað svo skrítið hvernig við getum þessi jurt skuli hafa virkað á höfuðverk og þessi jurt skuli hafa bætt meltingun og annað. En trúum á þessi lyf. Það er eins og trúar elementi hafi komið inn í lyfin. Akkurat, það er nefnilega það sem ég er að segja, sko, að hvað er trú, sko, að við höfum trúað á vísindaguðinn núna nokkura kynslóða skeið og það er ekki víst að hann sé sko gagnrýnislaus trú á getu vísindana er kannski svolítið hættulegt hugarfar því að þegar upp er staðið þá er maðurinn jú það sem hann innbyrðir það sko skiptir máli hvað þú leggur þér til munns það skiptir máli hvort þú ert að borða ofur framleita verksmiðju framleita næringarsnauða fæðu hvaða áhrif það hefur ekki góð áhrif á þig til lengri tíma eða hvort þú ert að borða lífrænt ræktaða hæg þróaða fæðu sem að veitir þér vítamín, orku og styrk og byggir upp vöðva og græðir taugar og fleira. Sko mataræðið er náttúrulega hluti, sko mataræðið er eiginlega, matarkistan þín er fyrsti lyfjaskápurinn, skulum við segja. Það skiptir máli hvað þú borðar, að þú borðir ávexti, grænmeti, korn, að þú hafir allar fæðutegundirnar undir og menn lærðu það snemma að við ákveðinni líðan þá bættu ákveðnar fæðutegundir ástandið. Skarfakál er bara mjög góð lækning við skyrpjú vegna þess hvað það er C-vitaminríkt. Þú getur auðvitað að tekið C-vitamintöflu til að koma í veg fyrir skyrpjú en ef þú svona veltir þessu bara fyrir þér, hvort skildi nú líkaminn vilja heldur? Skarfakálið eða C-vitamintöfluna og það er kannski þessi hugsun sem við þurfum svolítið að innleiða betur og fólk átti sig á því að mataræðið er náttúrulega fyrsti grunnurinn að líkamlegu heilbrigði og síðan hlutföllin í fæðutegundunum hvaða áhrif þau hafa á líðan og heilsu. Núna þegar við svona óvissu ástandi kannski heiminu þá og svona stríðs ástand við þá kannski fyrir við meira að hugsa matvæla öryggið. Já. Þá ég að hugsa með eins og þessi bók, alveg stórkostlegt svona yfirlit má segja, líka leifir sér að fara yfir í grúskið og vera með jurta lista aftast og svona. Já, lista yfir lækningajurtirnar allavega þessar íslensku, já. En þarna er þetta lýsa ákveðnum svona, er það ekki, þessum heimi, þegar getum við ekki lært, þegar voru lækningajurtagarðar, þegar menn voru með þetta nær sér sko og kunnu einhvern veginn að nýta sér það. Getur þú kannski sagt okkur aðeins bara grúskast aðeins inn í bókina til þess að við getum lært af því kannski núna? Já, ég meina, sko, fólk hafði náttúrulega ýmis ráð og hafði ýmislegt við höndina eins og, sko, jurtir, bæði viltarjurtir sem að voru uxu allt í kring og svo var náttúrulega sumt bara sem hægt var að rækta við allavega á betri bæjum, segjum, í görðum og við höfum gamlar heimildir það að það voru matjurtar og hugsanlega lyfjagarðar við bæi. Ég meina það sagt að það talað í Laxdælu laukagarð Guðrúnar Ósvífursdóttur. Ég veit ekki hvort að þeirri laukar voru túlipannar eða hvort að þeir voru lyf eða lækningajurtir en allavega talað þetta og í fornum bókmenntum sjáum við vísa til lyfja. Þannig að þetta hefur lengi verið þekkt og svo voru búdrýjindi náttúrulega á bæjum. Ég meina það er þekkt að fólk fór á grasafjall, fór í grasaferðir og þá var bara farið með hesta og borið heim í stórum pókum fjallagrös og fleira sem að þótti heilnæmt og gott að þurrka til að eiga. Og fólk hefur örugglega verið að þessu ekki bara til þess að krydda mat. Ég meina, fjallagrösin voru nú talin allra meina bót. Og vísindur hafa nú svo sem þau hafa nú verið rannsöku töluvert. Verið sýnt fram á það. Brotvarnar efni og er það ekki bara í fornleifa uppgröftum hefur komið. Eru meira segja það sem hefur verið litað með fjallagrösum hefur ekki eins og rotnað. Já. Og svo eru náttúrulega, og sko mikið af þessum jurtum var líka notað til heimilishalds eins og til litunar. Litunar
jafni, það jurt sem að var notuð til litunar. Og sortulyngi, það bæði notuð í blek og mjög mikið til lækninga. Það nú líkast til. Og líka til fjandafælu, þannig að það hefði ýmsar Það nú líkast til. Og svo sölin sem voru tuggin saltrík og steinefnarík, þetta náttúrulega bara sjávarþang sem þurrkað, en hefur að geyma alveg ótal bæti efni, steinefni og fleira sem hefur hleypt orkunni í fólk sérstaklega þegar hungrið fór að sverfa að á vorin. Og sko þetta höfum við heimildir og við sjáum til dæmis sko elstu lækningabækurnar sem eru til, sem hafa varðist hér, þar eru kendar við danskan læknir sem hét Henrik Harpestreng og þær eru kallar Harpestreng bækurnar. Þær eru frá því á 13. og 14. öld, en svo sjáum við hvernig, þannig að fyrsta lækningaþekking og þessi svona formlega grasaþekking landsmanna, hún aðflutt, hún kemur í gegnum þessi handrit, en svo sjáum við með tímanum hvernig hinn innlendi þekkingagrunnur tekur yfir og þegar kemur að ritum Eggerts Ólafssonar, búnaðarbálki Eggerts Ólafssonar og grasnitjum Bjössi Saulaugsdal, að þá sjáum við það farið að fjalla íslenskar villtar jurtir og gera grein fyrir verkan þeirra og þá sjáum við að á þessum 6-7 öldum komin verulega breiður og góður íslenskur þekkingagrunnur fyrir grasalækningar. Og Bjarni var hann ekki landlæknir með Eggert, var ekki... Já, ég að tala Bjarni Saulaugsdal. Já, ég veit Björn, en ég meina Eggert og Bjarni, já. En sko, og svo má nefna hvönnina líka, það ekki? Því voru ekki hvannagarðar? Hvönnin, hvanna stóð við hvern einasta bæ og þegar maður gengur til dæmis Hoppstrandir, þá séð maður alltaf hvar hafa verið bæir þó það sjáist ekki í landslæginu, því þar séð maður ennþá hvannastóðin eftir mannvistina. Og hvönnin var bæði krydd og svo var hún líka ljómandi góð lækningajurt við einu og öðru. En hún ná kröftu, sko, maður vissi það þegar það búið framleiða, sko, íslenskar vörur og það vara við því, sko, hún eykur ljósnæmi eða þannig. Hún gerir það þú berðana beint á því, en ég var með svona eins og safapressu, það svona safapressur sem dálítið magnaðar, nennir lengin að nota þess að þetta þrýfaðir eða þú veist, maður setur svona grænmeti eða ávexti í þar og þá búa til algjöran safa og það verður mikið hrat eftir og ég ákvaði að prófa að setja sko hvannaleggi, sko svona nýsprotna hvannaleggi og ofboðslega góður safi sem kom, svolítið bitur náttúrulega en svona mikið kraftur í honum og ég drakk svo mikið af honum að því mér fannst hann vera svo hressandi og sko, áhrifin bara lindu sér ekki þannig ég fór í gamla lækningabóka mig til að leita að áhrifunum og það voru þannig ég bara byrjaði að fossblæða og alls konar áhrif bara þannig að þá fatta var að þetta bara verulegur kraftur í þessu. Já, þetta náttúrulega efni þetta efni sem hafa áhrif og þess vegna skiptir kannski mestu máli líka menn kynnu með að fara þú veist, að hvað áttur að hafa mikinn styrkleika á því sem þú varst að taka inn af þessum jurtum og svo framvegis og sko bæði var náttúrulega fólk að bæta næringarstöðuna og finna áhrif af blóðaukandi áhrif þegar steinefni og vítamín og sölt komu inn í líkamann í gegnum þessa jurtir. Svo voru sumar jurtir náttúrulega verkjastillandi og mildandi. Það nú segir í eldgamalli lækningabók mynta gerir munn vel þefaðan og styrkir kvið og hún nú notuð aldeilis enn þann dag í dag myntan í bara nánast allar tannhreinsivörur sem að nöfnum tjáir að nefna menn lögðu greinlega líka svolítið upp úr kynlífi. Það eru þekktar jurtir til þess að auka getu manna í kynlífi og gera konur fúsari til samlags. Graðrótin, það eða hjónarótin sem að svo kölluð, það rótin af brönugrasinu til dæmis. Margt svona skemmtilegt sem gæti nú líka bara verið gaman fyrir fólk að vita og bara geta skellt í sig einni hjónarót svona að vita hvort það getur ekki gert skemmtilegt laugardagskvöld. Engjarós líka og burnirótin var vist mjög góð gegn bæðið doða og þunglindi og svona kyndefð. Já, akkurat. Þannig að sko hressir bætir og kætir, það var nú einhvern orð margra þessara jurta.
og það í sjálfu sér umhugsunarefni hvernig þetta þokaðist svona inn í skuggan, þessi þekking, og fékk í raun og veru ekki hún fékk ekki, hún var hálfgerð svona, já, skuggaþekking sem var orðin að svolítið svona leynilegu athæfi. Ég man þegar ég var að alast upp sko að frænkur mínar fyrir vestan, þær vissu og þekktu margt merkan jurta, þær höfðu ekkert hátt það. Þær voru bara að safna jurtunum og svo sögðu þær manni út annað munnvikið að þetta væri nú gott við þessu og þetta væri nú gott að gera krem úr þessu og annað. En þetta var sem sagt bælt þekking. Já, út af kannski þessi óttin lifir þá með þjóðin einhvern veginn undir með kettlingabækurnar, sko. Og galdrar, þetta voru heftarlegar hvað það, hegningar. Já, ég meina það náttúrulega varðaði líf sko á galdraöldinni, á 17. öld að fara með lækningar að minnstakosti ef það fylgdu galdratákn eða eitthvað sem var nú samt sko talið eiginlega óhjákvæmilegt ef þetta átti að virka alveg verið í fullri verkan. Já, en þessar sögur sem þú berð saman í doktorsritgerðinni, það má ekki kalla þær kjaftasögur eða hvað? Já, þetta eru þjóðsögur sko, þetta eru munnmælasögur sem að myndast nafnþekkt fólk. Og það mjög áhugavert að sjá vegna þess í gegnum munnmælasögurnar þá sérðu svolítið þjóðarsálina, hvernig almenningsáliti birtist gagnvart mönnum og málefnum. Aftur á móti dómskjölunum sérðu viðhorf yfirvaldsins og þar var mjög gaman að bera saman eitt svona áhugaverðasta dæmið fannst mér var dæmið Galdramöngu. Hún hét Margrét Þórðardóttir og var frá Trékyllisvík á Ströndum. Faðir hennar ásamt 2 sveitungum hans höfðu verið brenndir á báli 1656, minni mig, 1655, ég man nú ekki alveg ártalið núna. Og hún semst dóttir galdramanns og fær þar af leiðandi á sig galdraorð og sætir síðir galdra ákæru. Það lýst eftir henni á Alþingi 1 árið, brotthlaupinu úr héraði, þá hún greinilega orðin hrædd og farin að forða sér. Og þá sagt að hún sé léttfætt, kinnbeina há og kveði kvenna best. Þannig að hún hefur verið glæsileg kona sem hefur svona, kallarnir sjá svona ástæðu til að lýsa henni svolítið fallega, svolítið geðu kona. Og hennar mál verður að mjög mikilli flækju fyrir dómstólum árum saman og ég hef nú stundum sagt, ég held að Þorleifur Kortsson, lögmaður norðan og vestan sem rak hennar mál, hann hafi gert þetta viljandi, hreinlega hann hafi ekki viljað láta brenna hann hafi sennilega bara verið skotin í henni eða eitthvað, ég segi nú svona, þetta nú án ábyrðar, nema þjóðsagan segir að hún hafi tælt prestinn á Snæfjallaströnd, hún hafi drepið konu hans með göldrum, sest að síðan í búinu og spillt þar öllu og verið til óþurftar og það hafi endað með því að sveitungarnir hafi tekið hana, dregið belg á höfuð henni og drekkt henni í innri Skarðsá hjá svokölluðum Möngufossi og þessi örnefni eru öll til. En sannleikurinn nú sá að Galdramanga henni var aldrei drekkt. Hún að vísu tók saman við prestinn sem hafði þá mist konu sína, átti með honum mörg börn og þar á meðal börn utan hjónabands áður en þau gengu í löglegt hjónaband og þau sluppu nú með það. Það gat nú verið dauðasök líka sko. Og síðan í manntalinu 1703 skráð búsett ásamt syni sínum Þórði að Lónseyri við Kaldalón. Þannig að það fór allt öðruvísi fyrir henni heldur en þjóðsagan hafði fram að færa. Þannig að við sjáum þá í þjóðsögunni ákveði svona kvenhattur, ótta við galdrakonuna og kannski þessi evrópsku hugmyndafræðilegu áhrif sem að djöflavættu konuna. Í Evrópu voru það fyrst og fremst konur sem voru brenndar á báli fyrir galdur, enda hafa þær sennilega alltaf verið tengdast að lækningum, allavega svona þessum óformlegu þjóðlegu lækningum. En hér á Íslandi voru það reyndar aðalega karlmennirnir. En það lúrir samt undir einhver hugmyndafræði sem við sjáum í þjóðsögum af þessum konum eins og Galdramöngu og Galdraimbu og fleiri sem voru mjög óþokkasælar í munnmælahefðinni. Þannig að það getur verið áhugavert að bera saman sýnd og reynd. Og hvernig finnst þér
Svona, nú man ég eftir á Galdrasafninu á Hólmavík Ströndum. Stórkostlega gaman að koma þangað. Já. Og þetta náttúrulega bara þvílíkur heimur og spennandi og fallegur og bara svo mikil fegurð í öllu þessu bara handverki og skriftinni og þessum galdra og kveðskapur líka tengist í. En Galdragetan hefur alltaf verið mjög nátengt tónlistinni og svona sviðslistum skulum við segja vegna þess að sko í til dæmis fornkvæðunum okkar í Völuspá og í Eddukvæðunum þar bara samasammerki á milli galdurs og ljóða og orðið galdur náttúrulega dregið af sögninni að gala og seiðurinn, þessi forna galdra fjölkingisathöfn sem var nú svona samfélagslega athöfn, hún felur í sér að það eru sungnar varðlokkur, það er leikræn tónlistaflutningur sem að sækir náttúrurnar að völvunni svo hún sér inn í framtíðan og getur spáð fyrir árferði og örlög manna. Þannig að þarna hafa alltaf verið mjög rík tengsl á milli. Það eru svona lækningarnar, galdurinn og listin, bara listgjörningurinn sem slíkur. Og hvernig ætli þetta svona, á þessu stafnemi þá man ég að þá var einhver setning það að það væri jafnvel enn þann dag í dag hægt að rekja að þetta lúrði í ættum sem sagt bæði galdurinn þá og óttin við galdrana. En sko kannski erfitt að rekja það eitthvað á Íslendingabók en sko myndir þú segja þetta hvar finnur þessar svona það þarf kannski ekki að spyrja hvort að við finnum fyrir hvern fyrirlitningu og kettlingabóka tali hún náttúrulega mjög rík og lúrir undir sko en það þetta með fjölskyldusögu margra að maður veit það vitað að í sumum ættum hefur varðveist þekking og menning alveg óháð því hvort að það viðurkennd menning eða ákjósanlega að mati yfirvalda. Við vitum það náttúrulega þekkt á Íslandi þessi fræga grasalækningafjölskylda þar sem að þekkingin hefur bara farið mann fram að manni og það kúltúr fyrir því innan fjölskyldunar að hlúa að henni og viðhalda henni. Og uppskriftabækur með lækningajurta seiðum. Og í sumum fjölskyldum þar tíðkast mjög svona draumspeki að taka eftir draumum og tala drauma eins og ekkert sér sjálfsagðara og það líka kúltúrbundið fyrirbæri og svolítið í fjölskyldum. Aðrar fjölskyldur í sumum fjölskyldum þekktir margir skygnir einstaklingar og fólk með svona þá gáfu sem að erfitt að skilgreina og henda reiður á. Þannig að það engin spurning að fjölskyldubönd og kúltúr innan ætta og fjölskyldna skila sér í gegnum kynslóðurnar alveg óháð því hver opinber menntastefna og menningarstefna við lýði. En leyndir dómar? Já, þess vegna valdi ég nú það heiti sem inn í þennan bókartitil Lífgrös og leyndir dómar að þetta var náttúrulega lengi vel í felum hluti af þessu þegar búið var að úthýsa henni þjóðlegu þekkingu sem óásættanlegri og óákjósanlegri að þá í raun og veru þrífst þetta eins og skuggagróður undir húsvegg eða fyrir innan húsvegg. Þetta fer á milli kynslóða virðist vera. Fer á milli kynslóða. Mjög leynt. Og bara í hljóði, vex bara eins og skuggagróður. Og fyrir utan kastljós hérna formlegu menntastofnana sem í raun og veru og kirkjunar og þekkingarstofnanana sem ráða því hvar og hvernig skuli hugsað þessa hluti. En nú kannski komið einhvers konar leyfi á að opna einhver svona leyniskjalasöfn. En má ég aðeins spyrja þig með þína fjölskyldu þá, eða þína ætt, fékkst þú svona þetta eitthvað í þinni ættarsögu finnst þér, eða þetta svona? Það nú svolítið gaman að hugsa það, sko, að fyrsti amtlæknirinn á Íslandi, Jörgen Kjerulf, kemur frá Danmörku
og kemur nú við sögu hér í þessari bók og í hans sem sagt íslensku kerúlfarnir eru allir frá honum komnir. Það meira svona formleg menntahyggju menning í þeim anga minnar fjölskyldu. Aftur á móti Vestfirðingarnir sem eru móðurfjölskyldan mín, þar verði ég töluvert vör við og man eftir að móðursystur mínar höfðu heilmikla grasaþekkingu, margar þeirra, og voru skikunar og berðdreymnar og það alltaf þeim megin í fjölskyldunni tekið mark á draumum og bara talað þá eins og veðurspár beinlínis. Þannig að þarna hef ég nú kannski svolítið 2 dæmi úr minni eigin fjölskyldu sem sagt sikkvort menningarstraumin sem að saminast svo í mér. Já. En svo samt þessi kerúlfar, þeir eru samt á svæði þar sem að voru klaustur og voru þar sem þessi kannski þar áður en þetta verður að leyni þá náttúrulega inn í klaustrunum þá var það viðurkennt. Já, klaustrin eru þessar þekkingarstofnanir sem ég að tala að hluta til, því að þar auðvitað verið að vinna með lækningar og hlúa sjúkum og sum klaustur voru nánast sjúkrahús, allavega tekið á móti sjúku fólki. Og þar verið, þar rannsóknir hafa sýnt að í klaustrunum bæði í Evrópu og hér á landi voru jurtagarðar fyrir bæði matjurtir og lækningajurtir. Já, Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur komist að því að Skriðuklaustri var lækningaklaustur og meiri segja fann hún fræ sem hún lét greina svo að þar jafnvel mætti rækta upp lækningajurtagarð Einmitt, og það hefur sjálfsagt verið að fyrirmynd evrópskra klaustra og það eru til uppdrættir af evrópskum klaustrum og matjurtagörðunum jurtagörðunum, hvaða jurtir voru ræktaðar hvar og í hvaða skyni Það er svolítið merkilegt að eiginlega þessar stærstu margar af þessum miklu lækningajurtum eins og til dæmis fívillin, kervillin svo náttúrulega lúpína notu líka stundum. Hún var náttúrulega ekki komin kannski til sögunar á Íslandi þá en var þekkt í Evrópu. En fívillin og kervillin, þetta eru svona eru álitnar vera mikil illgresi beinlínis. Því meiri illgresi, því meiri kraftur í jurtinni. Það svo haugarfinn, hann prýðisgóð lækningajurt, græðandi og góður í salat og fleira. Að það náttúrulega svo mikil orka og mikil lífsmagn í þessum svokallaða illgresi sem að jurtir sem að eru ágengar, vaxa hratt, breiðast auðveldlega út og taka jafnvel yfir önnur jurtavistsvæði. Þetta náttúrulega alveg uppskrift af góðri lækningajurt. Og notar þú þér þennan jurtagarð? Ert þú með jurtagarð eða vísi? Ég ekki sjálf með jurtagarð en ég fer stundum á sumrin og tínugrös svona. Ég ger ekkert mikið af því en þegar vel liggur á mér þá finnst mér yndislegt að fara einmitt Jónsmessuleitið og svona ná mér í eitt og annað Vallhumarlinn til dæmis ef ég kemst í hann og haugarfinn, set hann svolítið í smyrsl. Þau eru græðand og góð. Og svona, en ég geng ekkert langt í þessu. Ég ekki grasalækningakona. Ég meira svona húsmóðurinn, ég eins og móðursystur mínar. Ég bara svona húsmóðurinn sem að svona gríp grösin ef ég sé þau og nýti mér þau. En þú hugsar samt vel það hvað þú borðar, að það sé helst úr næri umhverfinu. Já, það nú svona vaxandi meðvitund hjá mér og hefur verið tíma, eftir ég fór að hugsa þessi mál. Það líka bara heilbrigð skynsemi og mætti kannski ganga lengra í þeim efnum finnst mér bara við inn í skólakerfinu gagnvart börnum og ungmennum að útskýra fyrir þeim gildi næringafræðinnar. Eigum við að enda á því að ég biðja þig aðeins að svona pínulegt að fara út í pólitíkina svona þar að segja hvað myndirðu segja að við ættum að gera á Íslandi í þessu sambandi Ég vildi óska þess að hinn hefðbundnu læknavísindi gætu unnið betur með þessari fornu þekkingu
og opnað augun aðeins betur fyrir möguleikunum sem að hún býður upp á, ekki afneita og fordæma. Sko það að verða hreyfing í þessa átt hef ég tekið eftir innan læknavísindana, menn eru farnir að horfa betur til ýmissa gamalla þekktra læknisráða og forvitnast hérna ástæður þeirra. Ég held að væri öllum fyrir bestu að ganga lengra í þeirri viðleitni, þannig að hérna alþýðuþekkingin og hérna vísindaþekkingin gætu tekist hönd í hönd og hérna unnið með möguleikana. Líka, já, þannig við höfum sko valkost þegar allir lyfjaónæmið verður svona mikið og við lendum í þroti. Og það liggi þá líka fyrir ákveðin sko verði gerð að þekkingagrunnurinn fyrir hérna fyrir þeim möguleikum sem náttúran sjálf býður upp að hann liggi þá svolítið skýr fyrir og sé ekki komi úr felum, þurfi ekki að starfa bældur og í felum. Þetta prógram. Þetta prógram, en ég hef nú trú á því að þetta við erum alltaf á þroskabraut mannkynið þekkingarlega og ég held að 20. öldin hafi kennt okkur æðimargt og ekki síður það sem af 21. öldinni. Þegar við sjáum fjölónæmar hérna, bakteríur, við sjáum hvernig ráðin sem að voru talin hérna, leysa hvers manns vanda þegar við sjáum að þau virka ekki lengur. Þá erum við náttúrulega bara tilneytt til að horfast í augu við nýja stöðu og bregðast við henni og það væri óskandi að þá þegar við tökum næsta skref að við horfum aðeins víðar heldur en gert hefur verið og horfum inn í lífjagarð náttúrunnar ekki síður. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, rithöfundur, þjóðfræðingur, prófessor á Bifröst, hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu á þessum svona marathondegi og ræða við okkur þennan mjög spennandi jarðveg. Takk fyrir að bjóða mér, það var gaman að koma. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Ég heiti Oddný Eir og veit ekki alveg hvað tekur við og hvort við eiginlega megum fara frá hljóðnemanum af því það svo mikil marathon. Ég held að við tökum okkur kannski bara örstutta pásu og Pétur tæknimaður smelli inn upptöku frá viðtölum sem við tókum í gær. Þú varst að koma úr hádegismat hérna, var góður maturinn? Já, mjög góður, hann alltaf góður hérna, Múlukaffi. Og hvað, sko, mér langaði bara að spyrja þessu í tilefni dagsins, sko, fjölmiðla, notar þú mikið fjölmiðla eða sko nýtur þér fréttaflutningin mikið? Já, netmiðla. Ég alveg hættur að lesa blöða, sko. En ég fer inn á aðalega RÚV, MBL og Vísi. En hlustaru eitthvað á útvarpið? Já, ég alltaf með Rás 2 eða Rás 1. Ég gangi í bílnum og svona. Hefur heyrt samstöðina sem eru 89,1? Já, ég hef alveg heyrt hana, sko. Og hefur eitthvað hlustað á hana? Nei, ég bara ekki þolinmæði í svona langt eitthvað. Ég bara þannig. Það þú veist, ef þetta einhver umræða þáttur sem að tekur hálftíma eða klukkutíma, þá ég hef alveg, dottið inn í það, sko. En svona á YouTube eða þú veist á podcastorum og þannig með að þú ert að vaska upp og svoleiðis eða við vinnu, er það eitthvað svona, notar það þannig líka fjölmiðla? Nei, ekki við það, sko. Jú, podcast hérna í flugvélum. Það voru búin að dæla einhverju niður sem ég hlusta á. En hvað finnst þér vanta svona, nú talaðum við alltaf krísu í fjölmiðlunum og upplýsingaóreiðu og skorta og rannsóknarblaðamennsku og bara raunverulega rannsóknarblaðafólki hættum allan heim og svona, finnst þér, hver saknar þú svona úr fréttaflutningum? Ég veit nú ekki hvort að ég skynni nú einhverjar svakalega breytingar en ég veit bara að eru breytingar og það verið að þrengja að fjölmiðlum heilmikið og það erfitt að reka fjölmiðla með þessu. Þannig að ég fylgist alveg með því. En við náttúrulega hlustum og horfum á vestrana fjölmiðla. Þannig að við fáum náttúrulega fréttirnar matrítar úr þeirri áttinni. Og þær eru kannski ekki alveg eins og þær eru hinum einn. Maður veit aldrei, sko. En hvers konar upplýsingar sko, saknar þú? Eða svona, á hvað sviðum til dæmis myndur vilja bara fá meiri umfjöllun og beint frá kannski upp? Sem sagt, beint frá velli þar sem talaði við fólkið á staðinu og svona.
Já, það að tala við fólk, bara viðtöl við fólk og svona greinar fólk og svona, það ekki ennþá. Það ekkert sem ég beint sakna, sko. Ég hef ekki allavega spánið í það. Að ég sittist niður og hugsa, já, ég sakna einhvers sem var í fjölmiðlum ekki lengur, sko. En má ég spyrja á hvaða sviði þú starfar eða áhuga svið, hvert svona þitt, svona hvar fylgistu helst með í fréttum? Já, ég leiðsögumaður og áhuga sviðið mitt bara Ísland og náttúru Íslands og ég vinn við að sýna útlendingum náttúru Íslands. Þannig að ég mjög mikið á því sviði, sko. Og ég með Facebook til dæmis þar sem ég birti bara myndir af náttúru Íslands, sko. Ekki einhver persónulegur. Finnst þér vera einmitt þetta náttúruverndar umræðan, finnst þér hún vera og umræðan ferðamennskunum, finnst þér hún vera svona í skynsamlegum farvegi? Svona þokkalegum. Það ekki alveg, ferðaþjónustan nú ekki alveg nógu mikið metin miðað við hvað hún gefur af sér. Hún gefur helmingi meira af sér en fiskveiðar til dæmis. Næstu því í innkomu. Bjarga okkur út úr hruninu, ferðaþjónustan. En svo blóta allir þessum ferðamönnum. Þeir eru út allt. Það ekkert að vera neins staðar. En það þarf að dreifa ferðamönnum miklu meira landið. Þeir eru bara aðalega hérna á suður-vesturhorninu. Leðum maður komin fram hjá Jökulsárlóni, þá maður bara komin í annan heim. Þannig að það væri alveg svona góð hugmyndaefni, kannski að þú vildir koma einhvern tímann að Rauðaborðinu, það svona kvöldumræðan á samstöðinni, ætla að ræða kannski með öðrum leiðsögumönnum, kannski heyra ykkar sjónar bara með þessi ferðamál, það ekki? Jú, ég alveg til í það, sko. Ég hef alveg mínu skoðun, sko. Má ég spyrja hvað heitir? Ég heiti Snorri Ingason. Snorri Ingason, kæra þakkir fyrir gott spjall og ég fæ kannski kalla á þig í ágúst ræðum ferðamennskuna, þú ert þá ekki bara upp á fjöllum? Ekki allan ágúst. Eða í haust? Já, jú. Hjartans þakkir og verðir að góðu. Takk. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.